Hingað komið Þorvaldur Gylfason, prófessor. Þorvaldur, ég ætla að bara að spyrja þig fyrst. Sko, það er eitthvað sem menn eru mikið að velta fyrir sér með bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og svo reyndar ESB aðild Íslands. Að þetta sé hugsanlega einhvers konar samsæri það að koma Íslandi undir þessi batteri og síðan einhvern veginn taka yfir auðlindir þjóðarinnar. Þessi kenning fráleit. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tekur aldrei þátt í samsærum af neinu tagi. Menn verða að gera sig grein fyrir því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn litblindur í pólitík og hann verður að vera það. Hann semur við einræðisstjórnir án þess að skipa þeim að taka upp lýðræði, hversu óskapfellt sem honum að þurfa að semja við slíkar stjórnir og með líku lagi má Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn til dæmis alls ekki hafa skoðun á því hvort Íslendingar eiga að ganga í Evrópusambandið eða ekki því að það innanríkismál og þetta eru landamæri sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur alltaf virt. Það hefur aldrei brugðist og þess vegna það af og frá að hann hafi skoðun á því hvernig Íslendingar fari með auðlindir sínar fram í tímann. Og ég held reyndar að þessi skoðun sé einnig fráleit að því Evrópusambandið varðar. Að vísu Evrópusambandið til þess að þjóðirnar deili fullveldi sínu hver með annarri. Það segja til þess að þær séu ekki alveg einráðar það hver og ein, hvernig þær haga sínum stjórnmálum. En ég hef alltaf haft djúpa sannfæringu fyrir því að Evrópusambandið, þegar að því kemur að Ísland vill ganga þangað inn, vilji ganga of langt á rétt Íslendinga til þess að fara með sínar auðlindir sjálfir. En ég undirstrika, það þessi munur á sjóðnum og sambandinu. Sambandið pólitískt samband. Sjóðurinn það alls ekki. Hann pólitískt litblindur og verður að verða. Þannig að þú trúir því ekki að nú bara búið að koma Ísland á hnén og svo komið þessar stofnanir inn og takja okkur einhvern veginn bara upp í skuldina og gera nýtt okkur. Það hvarflar ekki að mér eitt andartak. En hvað með sjávarútvegstefnuna í Evrópusambandinu? Það náttúrulega það sem menn eru hræddastir við. Já, ég ennþá þeirrar skoðunar að Íslendingar að fái inngöngu í Evrópusambandið við kjörum sem meirihluti þjóðarinnar mun sætta sig við í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það vísu rétt að það hefði verið skemmtilegra að hlýða kalli okkar sem hefur talað til 20 ár, að ganga uppréttir, hnarreistir inn í Evrópusambandið í styrkri stöðu. Og það veikir okkur svo lítið gagnvart vinaþjóðum okkar og þó einnig gagnvart Evrópusambandinu að við skulum nú vera í þann veginn að ganga í gegnum djúpa kreppu en vinir okkar í Evrópusambandinu munu ekki neita lags. Það ég alveg sannfærður um. Já, segðu mér, þú skrifaðir í grein daginn að hér hefðu verið framin stærstu afglöp lýðveldissögunnar þegar ekki var gripið til ráðstafana til að stöðva. Já. Sú staðreynd að við leituðum að endingu til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins leiðir með þeirri niðurstöðu og ég reyndar komst að henni löngu fyrr að við hefðum átt að fara til þeirra miklu fyrr. Ríkisstjórnin hefur ekki veitt þjóðinni miklar upplýsingar þetta en eftir því sem ég kemst næst innanlands og utan að þá gerðist það strax í apríl að forsætisráðherra Bretlands ráðlagði íslenska forsætisráðherranum að leita til sjóðsins. Og síðan reyndu Íslendingar fyrir sér á Norðurlöndum og meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum og þeir virðast alls þar hafa fengið sömu leiðbeiningar leitið til sjóðsins því að hann sá aðili í alþjóðafjármálakerfinu sem best til þess verks fallinn sem að ráðleggja ykkur það hvernig þið getið riðið ykkur upp úr þessu. En það var einhver ótti við þetta í stjórnkerfinu, þar á meðal í Seðlabankanum, sem var þess valdandi að þessi rétta niðurstaða, hún dróst 6 mánuði og á þessum 6 mánuðum hrynja bankarnir eins og spilaborg. Ég þeirra skoðunar að ef þetta hefði verið gert í tæka tíð, strax á vordögum, að þá sé það hugsanlegt að það hefði verið hægt að komast hjá þeim ósköpum sem urðu í haust. Þetta ekki víst, en það vel hugsanlegt. Þú telur að þetta séu afglöp sem sagt að hafa ekki stærstu afglöp lýðveldissögunnar að hafa ekki farið að grípa inn í ástandið þarna í síðastliðið vor. Já, og mér kunnugt það einnig frá Washington að það voru þreifingar en það skiluðu engum árangri fyrir enn haust. Það voru menn hér frá sjóðnum bara til reglulegs skrafs og ráðagerða í vor og þá gáfu dagurinn tilefni til þess að fara yfir
stöðuna en einhver hik, einhver ótti við að missa andlitið hér heima eins og sést bara í óvinveittu viðmóti einhverjum Seðlabankans gagnvart Alþjóðagjaldeyrissjóðnum var til þess að menn drógu þetta von úr viti. En það er víst ekkert séríslegt vandamál að menn vilji síður fá sjóðinn í heimsókn og það er vegna þess að stjórnvöldum hverjult að vilja fá að halda lengur áfram með sínar gömlu vittleysur frekar en að þiggja ráð í hæsta geðaflokki það hvað þarf til þess að koma efnahagslífinu á réttan kjörn. En svo er annað í þessu, svo ég tengi saman fyrstu spurninguna þína og aðra. Efnahagsáætlunin sem ríkisstjórnin og Seðlabankinn hafa lagt fram með blessun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er ágæt svo langt sem hún nær og hún er frábrugðin samskonar áætlunum í Asíu á sínum tíma sem sjóðurinn var gagnrýndur fyrir að tvennuleyti. Annars vegar sýnir sjóðurinn meira umburðarlyndi í ríkisfjármálum, hann leyfir meiri ríkishalla í upphafi og svo taka sér nokkur ári að vinda ofan honum og hann er líka umburðarlyndari gagnvart gjaldeyrishöftum sem hann lagði blátt bann við og eru eitur í beinum sjóðsins af góðum og gildum ástæðum. En núna er bara ástandi hér svo alvarlegt að það er leyfilegt í augum sjóðsins að grípa til tímabundinna gjaldeyrishafta til þess að styrkja gengið ef á þarf að halda fyrsta kastið. Þannig að sjóðurinn er búinn að verja sig gegn árásum af því tagi sem hann varð fyrir í Asíu á sínum tíma. Sjóðurinn gat ekki sagt við íslensk stjórnvöld, heyrðu, gangið inn í Evrópusambandið, lýsið því við núna strax, við mögum ekki ráða ykkur ef þið gerir það, þá er það fínt, því að þá eigum við annan kost í stöðunni og hann er sá að setja krónuna ekki aftur á flot, heldur festana og búa þannig til lárétta rennibraut beint inn í Evrópusambandið eins og til dæmis Eystrasalts löndin gerðu á sínum tíma. Það er hægt, sjálfsög er það hægt. En nú erum menn að tala um að setja krónuna á flot og setja mikið og það er verið að taka stór lán til að reyna að halda hann uppi. Mun það plan ganga? Já, sko, það getur gengið að það er hættulegt vegna þess að þegar að krónan verður sett á flot á næstu dögum eða vikum að þá gera með ráð fyrir stórfelldum fjárflótta hérðan og þá muni krónan lækka talsvert til viðbótar og það þá eykur á verðbólguskotið sem þegar er komið í gang og þess áttar og hversu mikil brögð þessu og hversu langan tíma það tekur, það getur engin mannlegur máttur vitað. En það hefði hugsanlega verið hægt að komast hjá því að taka þetta ef stjórnvöld hefðu sagt í tæka tíð, heyrðu, við ætlum að lýsa því yfir eins og margir hafa ráðið okkur að gera lengi, að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið og óska eftir sig að taka upp evruna og allt saman, því að þá hefði sjóðurinn átt annan kost í stöðunni. Fyrir utan flotgengiskostin sem var valinn. Hann hefði átt fastgengiskost í stöðunni. Og þetta eru líkan sem er þekkja til dæmis á Eystrasaltslöndunum. Að festa krónuna til dæmis þannig að til dæmis þannig að krónan hefði bara verið fest í 150 krónum fyrir evru og hafa bara gengið nógu lágt í upphafi til þess að renna sem styrkustum stoðum undir útflutning sem við höfum aldrei fyrir sjó okkar þurfti jafn mikið á að halda eins og núna. Og þá hefði verið hægt hugsanlega að búa til eins og ég segi lárétta rennibraut inn í Evrópusambandið á miklum hraða. En þessum kosti veittist sjóðnum ekki færi á að skoða af því að stjórnvöld eru ekki enn búin að taka afstöðu til Evrópusambandsaðildar. Þannig að stjórnvöld stóðu sjóðnum fyrir þrefum í þessum samningum eins og þetta horfum við mér og það er bara einn partur í þessari röð af graf alvarlegum mistökum sem stjórnvöld hafa gert sig segum bæði fyrir kreppuna í kreppunni og núna í eftirleiknum. Hvaða mistök eru helst í eftirleiknum? Sumir segja jafnvel að hér sé stjórnmálakreppa líka? Já, það er stjórnmálakreppa í landinu. Ríkisstjórn sem hefur 70% af þingsætum og er með 30% fylgi í skoðanakönnunum. Undir eðlilegum kringumstæðum ætti hún að segja af sér. Og það eru auðvitað grafalvarleg mistök að vera ekki löngu búin að skipta bankastjórn í Seðlabankanum sem við talaðum. Og ég sagði við síðast þegar við sátum hér að ef ríkisstjórnin verður ekki búin að því á morgun þá þarf hún sjálf að víkja. Og sú skoðun mín er alveg óbreytt. Það líka nær engri átt að skilanefndir bankana starfa undir þessum leyndarhjúp sem þær starfa undir. Og ríkisstjórnin veitir ekki að brota þeim upplýsingum sem hún þyrfti að veita á þessum tímum gagnsæis. Það litla upplýsingum sem fólki í landinu fær þarf að troga upp úr stjórnvöldum með töngum. Þetta er alveg skelfilega frammistaða af hálfu stjórnvalda. Sko það sem að ég hef verið að tala við dálítið af erlendum fréttamönnum og mér finnst einhvern veginn eins og þeir endi allir í sömu niðurstöðunni þegar þeir eru búin að hugsa málin, sjá þetta utanfyrir að hér hafi verið sko klíkusamfélag, lokað klíkusamfélag og einhvers konar svona, sumir hafa ég talað um incest blóðskömm í þessu sambandi, það sem er sko
svona einhvern veginn vanheilagt samband milli stjórnmála og viðskiptalífs. Sko þetta skilgreining stjórnmálafræðinga. Ég held að það sé bara kjarni málsins þarna. Þetta skilgreining stjórnmálafræðinga á nýmarkaðslöndum. Nýmarkaðslönd eru lönd sem að enn eimir of eftir af nánu eða vanhelgu eins og segir sambandi milli stjórnmála og viðskipta. Og þetta hefur verið einn helsti dragbítur íslensks efnahagslífs áratugaskeið, bara orð eins og helmingaskiptastjórn. Það segir allt sem segja þarf málið. Einkavinavæðing. Já, og það að einkavæðingin skyldi snúast upp í það sem sumir með réttu gátu kallað einkavinavæðingu. Það er bara annar vitnisburður sem tungan geymir ástandið. Og það er skelfilegt að ekki skyldi takast betur til í uppsveiflunni sem hófst 1995 að vinda ofan af þessu. Heldur hefur þetta að sumleyti ágerst. Samanber þessar álitnu grunnsemdir sem Vilhjálmur félagi minni var að lýsa fyrir áðan það sem nú eða kann að vera í gangi undir leyndarhjúp í bönkunum. En látum ekki hugfallast. Þetta er djúp kreppa og margir, bæði heimil og fyrirtæki, munu eiga í miklum vandræðum á næstu misserum, en gleymum því ekki að í Færeyjum skall á djúp kreppa einnig fyrir 20 árum og þegar Færeyingar voru búin að fara í gegnum sínar bækur að þá kom í ljós að erlend skuld þeirra við Dani nam 1,5 landsframleiðslu á einu ári. Og það er reyndar sama talan og má lesa út úr gögnum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins stöðuna núna hér. Hvað gerðu Færeyingar? Þeir endurgreiddu þessa erlendu skuld á 6 árum. Það var að vísu þungbyrði að bera. Þeir þurftu að nota 10% af þjóðartekjum sínum í að borga bara vexti af þessum erlendu skuldum í 10 ár. Og pointið er það, þetta er hægt. Þetta var gert á næsta bæ. En svo er tvennt annað úr Færeyjadæminu sem við megum ekki láta okkur verða til eftirbreytni. Annað er það að Færeyingar eru núna 9.000 færri en þeir hefðu verið en kreppan hefði ekki skollið á. Og fólk fór og þetta var skelfileg blóðtaka fyrir svo lítið land og hún er óafturkræf. Hitt er það að í réttarhöldunum eftir hrunið að þá kom það berlega fram að stjórnmálamenn og embættismenn og aðrir hefðu brotið lög hægri og vinstri. En niðurstaða dómendanna var svo að lögbrotin hefðu verið af allra vitorði og svo víðtæk að það var ákveðið að refsa mönnum ekki að lögum. Já, Þorvaldur, ég þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn. Við ætlum að tala hér við ungan bankamann, Gunnar Pál Tryggvason.